Góðan daginn, kæru áhorfendur og velkomnir í þáttinn HM30. Aron, hvað borðað þú yfirleitt í morgunmat? Ég fæ mér gríska jógúrt og... hádegismat? Ristað brauð... En bara svona millibita? Já, svona bara banana og vatn En hvað er uppáhaldsmaturinn í öllum heiminum? Minn er örugglega sushi. Já, minn er ravioli pasta með spínatri kottafyllingu, bráðnu smjöri og ferskri salvíu. Við erum mjög heppin, Aron. Alveg mjög heppin, meira að segja, að fá að borða hverjum degi. Það eru nefnilega ekki allir sem fá að borða hverjum degi. Allavega ekki svona mikið. Akkurat. Og í dag ætlum við að skoða heimsmarkmið nr. 2, sem snýst að binda enda á hungur. Þetta er mjög stórt vandamál í heiminum í dag og fer vaxandi. Og ástandið er að versna hér á Íslandi líka. Já, það geta allir tengt við að vera svangir einhvern tímann. Það er alveg ferlegt að vera svangur. Og það er enn verra að vita ekki hvort eða hvenær við fáum næstu máltíð. Þá er talað fæðuóöryggi. Þetta er ekki nýtt vandamál, en kíkjum aðeins á hvað hefur verið gert. Árið 2000 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar 1000 markmiðin. Eitt af þeim var að binda enda á hungur. Þessi markmið giltu til 2015 og skiluðu góða árangri, eins og þið sjáið. Árið 2000 bjuggu 13,2% við hungur, en 14 árum síðar 8,6%. En því miður fór talan aftur að vaxa og árið 2019 vorum við komin í 8,9%. Samkvæmt mælingum Sameinuðu þjóðanna í dag búa rúmlega 2 milljarðar manna við nokkuð eða alvarlegt fæðuóöryggi, sem þýðir, eins og ég sagði áðan, að þau vita ekki hvaða næsta máltíð kemur eða hvort hún kemur. Það er því nokkuð ljóst að með þessu áframhaldi náum við ekki markmið okkar að enda hungur árið 2030. Þetta er alltof stórt vandamál. Er þetta ekki bara töpuð barátta? Er ekki bara best að ég hugsi bara mig og passi að ég fái nóg að borða? Nei, það þýðir ekki að hugsa bara sjálfa sig. Þetta er heldur ekkert of stórt vandamál. Mannfólk er gáfaðasta og mest skapandi dýrategund í öllum heiminum. Við getum leyst á ótrúlegustu vandamál og nú ætla ég að sýna þér myndband. In the early 1960s, India was in crisis. The country faced sweeping starvation and food shortage, unable to feed its exploding population. Halfway around the world, an American agronomist by the name of Norman Borlaug was in Mexico, introducing a new variety of wheat he had bred for the subtropical climate. Dr. Borlaug had an idea. He believed he could introduce his Mexican-bred wheat to the other side of the world, to India and Pakistan's similar environment. The crop was a success. India and Pakistan were able to triple their wheat production, preventing widespread hunger, saving hundreds of millions of people from the ravages of hunger and famine in South Asia. Dr. Borlaug was awarded the Nobel Peace Prize in 1970. He truly believed that you cannot build peace on empty stomachs. To continue his life-saving work, Dr. Borlaug of the International Maize and Wheat Improvement Center, known as CIMMYT, spent the next 40 years helping the world's poorest countries feed their people. Norman Borlaug passed away in September of 2009, leaving a legacy of fighting hunger and an organization that does just that. Vá, það er nefnilega þannig að ein manneskja getur svo sannarlega breytt heiminum. Eins og komið stað, þá tengjast markmiðin. Þetta er markmið nr. 2 og tengist það markmiði nr. 4 menntun fyrir alla og markmið nr. 13 sem er loftslagsmál. Markmið nr. 4, að mennta alla, þá eru meiri líkur að fá vinnu og laun og eiga pening til að kaupa mat. Jú sko, það er einmitt líka málið. Við hendum allt of miklum mat. Allt of miklum. Það er það bil 1 af hverjum 9 sem fer svangur að sofa á kvöldin. Þannig er tölfræðin. Og við getum gefið öllum þessum að borða bara með broti af því sem við hendum að mat. Það er samsagt til nógu mat í heiminum til að allir geti fengið, en samt er þetta þannig að sumir fá of mikið og henda því sem þeir nota ekki á meðan aðrir fá bara ekki neitt. Þetta er ekki í lagi. Nei, þetta er ekki í lagi og þessi matur sem við hendum býr til gróðurhúsalofttegundir sem verður til þess að loftslagið hlýnar. Svo með því að minnka matarsóun vinnum við að markmiðum 2, 12 og 13. Já, það er nefnilega alveg frábært hvernig markmiðin vinna saman. En færum okkur aðeins til Íslands. 25.000 manns búa við fæðuóöryggi. Það er allt of mikið. Já,
og við náum þess ekki nema að gera þetta saman. Hvernig getum við hækkað okkur sæti í 8 heimshetjunni? Við erum búin að kynna okkur markmið nr. 2 og getum svo vakið athygli á hjálparsamtökum sem vinna við að útvega mat á stríðshrjáðum svæðum. Eða styrkt hjálparsamtök hér á Íslandi sem útvega fjölskyldum sem búa við fæðuóöryggi mat. Við getum passað matarsóun okkar heimili og deilt hugmyndum nýtingu á mat, til dæmis kaupa mat sem ódýrari og seinasta séns í matvöruverslunum. Já, hér erum við með hrámý súpu sem kostaði allt innan við 1000 kall og allt þetta matur sem átt að henda. Býtu, kannt þú ekki að elda? Jú. Jú, frábært. Þetta erum við með sellerí og paprikur og... Papriku fullt af öðrum paprikum. Já. Já, einn svona gul. Þetta bara fínasta í súpu. Já. Áttu bara að henda þessu. Púrrulaukur. Það alveg... Getum alveg vippað þessu í einhverja dýrindi súpu. Hvað þetta? Þetta fennel. Annars svona. Ok, heyrðu, hvað á hver að gera? Heyrðu, ég skal bara taka hérna paprikunar og þú tekur bara alltaf græna. Já. Ég er mjög góður að skera paprikur. Ok, já, þá tek ég bara allt þetta. Ok. Við færumst nær heimshetjunni og hlökkum til að sjá ykkur í næstu viku. Bless.